hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum farnir að skipta núna yfir í knattspyrnuna og já, við erum komin línuna ritstjóra eitt besta knattspyrnuvef Evrópu eða heimsins, það er 433.is, hann hörðu Snævar Jónsson, komdu blessa og sætlaði ekki? Jú, sætlaði blessaður. Hvort er þið með besta vef heims eða Evrópu eða á landinu? Það er ekki bæðið ekki að segja Evrópu, við erum nú að vera of stóru vef. Já, við erum að passa upp á, vera hóværir. Já. Herðu, hérna, þannig ég byrja að spyrja fyrir þá sem ekki viti hverju það er, með hvað liði ert þú svona, hallast þú að þarna í enska boltanum? Ég er í Manchester United. Þú ert Manchester United? Það er erfiðu vetur. Já. Það er ekki meira sagt. En er nokkuð slæmt að vera þarna í þessu sæti með að þið sko, það er ekki slæmur árangur það nokkuð að vera þarna í sjötta sætinu, er það? Já, hjá Manchester United er allt annað en fyrsta sæti bara slæmur árangur, hann er kröfunar verið byggðar upp síðustu 25 árin, sko. Já, það eru kannski bara púlarnir sem eru byrjað að sætta sig við svona. Já, þeir sættu nú allavega við þetta, svona stærstu klúbarnir á Englandi kannski, með svona sögufrægstu liðin, þau vilja vera á tóknum, en eitt ár í einhverju skiptingum, það er kannski eðlilegt. Já. Og það er ekki alltaf jólin í þessu. Nei, nákvæmlega. En hérna, já, þú ert væntanlega bara liggur yfir fótbolta alla daga, það ekki? Jú, það er eiginlega bara 24 tíma 365 ársins svona næstu því, sko. Já, þannig að það kemst voða lítið annað hjá þér. Já, maður reynir svona að gera sig eitthvað annað, en maður er að gera eitthvað og maður er alltaf að kíkja á símann og fylgjast með, sko. Já. Eintengdur þessu allan sólarhringinn. En svona, hvað finnst þér, já þú getur séð það ekki, hvað er svona, hafa Íslendinga mestan á til dæmis að frá ykkur í 433, er það enski boltinn, er það íslenski boltinn eða? Enski boltinn er alltaf langsterkastur, enski boltinn og meistaradeildin, þetta er þessi svona vinsalasta og svo íslenski boltinn alltaf vinsæll, en það er bara miklu fleiri sem fylgjast með enska boltanum en á Íslandi heldur en íslenska boltanum nokkuð tíma. Já. Það er svona, einhvern veginn allir tauga til einhverju liða úti en kannski ekki allir að spá í þessu heima. Nei, nákvæmlega. En hvernig finnst þér annars svona, já, taflan lít út svona í ensku úrvalsdeildinni, svona þegar hvað 10 umferðir eftir? Ég held að þetta sé svolítið í höndunum hjá Chelsea þótt að þjálfarinn Jose Mourinho sé mjög duglegur að tala niður væntingar, þannig að það eru bara hrikalega erfitt að vinna þetta Chelsea-lið og vörnin hjá þeim að steppa og lítið að mörkum og svo er þeir með Hazard sem getur alltaf gert eitthvað og svo er Eto'o, hann virðist geta skorað og Demba Ba með 2 helgina, en þetta verður Chelsea að City sem klára þetta, en það má kannski ekki afskrifa Liverpool, en þeir eiga bara eftir 3 mjög erfiða leiki, ég veit ekki, það er svolítið eftir hvernig þeir fara. Já, svona... Ég myndi skjóta Chelsea í dag, en það er aldrei afskrifa City og svo eru Liverpool búin að vera það heitir með það. Suárez er dottinn aftur í gírinn, þá er allt hægt, sko. Já, og þetta náttúrulega Liverpool er svolítið langt síðan að maður sá þá í svona baráttu, þannig að menn vita ekki alveg hvað þeir geta gert. Nei, en bara vinna með þeim að það er búið að vera lítið álag á þessu tímabili. Þeir fóru tiltölulega fljótt út og deildabikarnum og ekki langt í bikarnum heldur, þannig að þetta er búið að vera 1 leikur á vikunum og stjarnan vetur og skiptir máli síðustu 10 leikina þegar að
menn fannir að finna fyrir tímabilinu og þá eru bara menn feskir hjá Liverpool og það geta alveg spila stóra rullu. Já, en svo meistaradeildin, hún núna framundan? Já, hún fyrir aftur að staða á morgun en það er nánast held ég bara öll innvíinn búin nema kannski Manchester United, maður vonar það en þó það er helviti erfitt að fara að vinna 3-0 en þetta Olympiakos-lið nú ekkert magn og hafa tapað síðustu 2 leikjum í grísku deildinni eftir innan sigur á móti United og maður hefur séð marga slaka United leiki í vetur en þetta slakasti leikurinn hafa verið þessu út í Grísklandi en það er kannski svona eina innvíði sem er á lífi og svo veit maður aldrei enda með Manchester City það er ekki alveg gert eitthvað á móti Barcelona er bara tómu vesinni ekki tómu vesinni en þá við topparnir er svona standardin sem þeir eru búin að setja sér í stað þeir eru ekki á sama standard á þessu tímabili. En þetta er náttúrulega ekki leiðilegi leikir samt sem eru framtíðina með hvað lið er að mætast. Nei, maður er ekki að fara að sleppa og horfa Arsenal Bayern á morgun en bara hvernig Bayern er að spila þeir rústa öllum leikjum í deildinni það er bara á ekki eitt lið séns í þá og maður sér einhvern veginn Arsenal ekki koma tilbaka en það er nú fegurinn fótboltan það getur allt gerst eins og sást í gær þegar að Viggan tók sitt í annar ári í röði í byggarnum. Já. Það getur allt gert en svona ef allt er eðlilegt þá er Bayern München að fara að klára sem allt. Var ekki Guardiola núna sveiktur út í leikmenn sína eftir 6-1 sigur helgina? Jú, það er eitthvað það geta fundið öllu það með í Þýskalandi þjóðurinn er harður og gagnrýninn en ég held að það nú bara svona verið meiri út af við því ég veist að mann hafi skammað leikmennin eftir leik. Það er alveg erfitt. Já, allan með það var einhverja mínútur og þeir voru lentir alltaf undir held ég þannig að það er alltaf hægt að bæta því það kannski gerir það svona góðu lið að þeir halda áfram að gagnrýna sig þrátt fyrir að velgengnin sé svona mikil. Já, en þessi þýska deild er nú ekki mikið spennandi þarna allan að Bayern náttúrulega bara búin að taka þetta en svo er náttúrulega svolítið spennandi hvaða lið fara með í meistaradeildina. Já, þetta er ekki Bayer Leverkusen og Dortmund sem er svona líklegust en þetta er deildin þarna bara orðið eitt lið og það er spenna á Spáni og það er spenna á Englandi og þannig að það er svona skemmtilega að fylgjast með þeim núna í til lokin. Já. En alltaf gaman að horfa Bayern spila fótbolta yfirburðar lið náttúrulega í Evrópu. Og já, þetta er nú spænska deildin, hún er nú náttúrulega Atletico Madrid, þeir eru bara veita Barcelona og Real bara alvöru samkeppni. Já, kemur svolítið svona kannski óvart en bara virðist vera alveg með þetta Diego Simone þjálfari þarna og búið til hefði gott lið á miklu keyra á miklu lærra budget en nokkuð tíma Real eða Barca þannig að þeir taka þetta og það bara þvílíkt afrek og eitthvað sem það er erfitt að endurtaka því að peningarnir á Spáni skiptast svakalega ójæmt á milli þetta er bara Barcelona og Real Madrid sem er einhver alvöru peninga og svo er Atletico Madrid kannski að með þess að eftir en þeir eru ekki með næstu í sömu fjármuni og þessi 2 stórlið. Nei. Og svo Ítalíu þar er stórveldi Juventus risið upp alveg og ætla að einangra það. Já, þeir svindluð þannig nokkur ára voru greipnir en þeir eru bara vera með langbesta liðana núna en kannski ágjör fyrir ítalska boltan að Juventus lið komst ekki eins og í riðlakeppninni í meistaradeildinni. Nei, upp úr riðlinum í meistaradeildinni. Já. Þannig að kannski það veit ekki alveg með styrkin á þessu ítalska boltan með þessa dagana þetta er ekki eins og þetta var allavega. Nei, eins og að sé að lækka standardinu þannig. Já, þetta er náttúrulega bara ég veit ekki að gera svona einhvern sköttum og enska deildin náttúrulega það er ekki líklegt að allavega tölulega fara út og jafnvel þriðja liði Manchester United núna það verður bara Chelsea eftir en Þýskaland og Spánn eru svona farin að hafa tökin í þessu. Já, nákvæmlega. En nú er uppbytunin Lengjubikarinn hafinn á fullu á Íslandi hvernig hefur eitthvað fylgst með leikjum hérna heima? Já, ég er nú búin að bara sjá öll liðin spila núna frá því að Reykjavíkur og Fótbolti.net móti fór að stað og svo Lengjubikarinn þannig að þetta er ágætt en það vantar ansi mikið held í mörg lið og það eru bara öll liðin ánast í Pepsi-deildinni að reyna að styrkja sig ennþá og það er ekki óvinnilegt að svona stutt í mót 2 mánuðir en við getum alveg búið að stuðja að mætum okkur útlendingar til leiks. Já. Og það er kannski bara eðlilegt þegar að við hefum ekki bara eðlilega mikið magn af atvinnumönn og bara deildin er það er bara ákveðið mikið hægt að taka úr deildina á þess að fara að sjást á henni og ég held að sjáist alveg á gæðunum í deildinni
muni sjást í sumar og þau ekki jafn mikil og það verið síðust ár. Nei, það að því að við erum að missa svo marga út í atvinnumennsku þessar bestu Já, alltaf? við erum bara, það fara bara yfir orðin bara núna, 6, 7, 8 bestu eru bara allir farnir í atvinnumennsku á hverju einasta ári og það náttúrulega bara eðlilegt að svona lítið landi svo Ísland finni fyrir því. Já. En Síðast í dag Halldór Orri að fara og Stjarnan búið að missa 2 góða leikmenn í atvinnumennsku, Breiðablik búið að missa 2 góða, FH seldi 2. Þannig alltaf á hverju ári sem menn fara og það er bara góð þróun og kannski koma bara tekur þetta aftur 2-3 ára byggja upp hérna og þá fyrir við að selja þetta aftur út. Já. Það er bara gott að við getum framlegt svona mikið atvinnumönnum og það sést bara á landsliðinu að skila sér í betri árangur þar hvað sem mikil samkeppni er bara bara koma til landslið. Og hvernig gengur fjölmiðlum svona að hafa aðgang að eins og landsliðinu og fleira hérna hjá ykkur eins og 4-3-3? Já, það er bara frábært hvernig það er og ég er aðdánavert núna undanfarið með tilkomu Heimis og Lagerbakka. Heimir hefur átt hrikalega gott samstarf bæði stuðningsmenn og fjölmiðla, þannig að ég held að bara á Íslandi, maður getur náttúrulega, þetta er svo lítið land að maður getur hringt í alla, það er nú kannski ekki mörgum löndur sem blaðamenn geta bara tekið upp símann og hringt í hvern einasta leikmann í Pepsi-deildinu og annað, þannig að það er auðvitað mikill kostur og nálægðin er mikil en það getur kannski verið galli líka þegar menn eru fóra þá ekki að stíga fast í jarðar í gagnrýni og annað með þeim menn ég að vini alls staðar og það getur kannski verið svona, þetta er kostur og gallar að vera í svona litlu landi. Já, kannski ef þú gefur ykkur að lága einhvern óvart í leika þá... Já, tala kannski ekki við mig í næsta viðtali og ég nú séð fjölmiðla, þetta er einhver fjölmiðlabunni á þjálfurum og annað, þannig að þetta er svona, þetta er lítið land en bara hérna kostirni séu fleiri en gallanir. Já, en menn hringja bara í hvern annan þó að þessu komin í bettan og alla græður? Já, menn svona, þetta er líkið svona við 11. Já. Og hringja svona ekki fyrir 9 á mótnana, ég held að það sé svona kannski góð regla að fara eftir þessi knattspyrnumenn menn í daginn veit það margir orðnir atvinnum en þessu svo að margir til hádegis bara. Já, og þið eru það ekki alltaf með reitaboltan? Jú, hann hefur verið svona 3 í viku yfir núna veturnar, það er erfitt að halda þessu bara fótboltaþætti á veturnar þegar það er svona lítið í gangi. Svo þegar það styttist í Pepsi-deildina áverður bara á hverjum degi og í fullu fjöri. Já, klukkan hvað eru þið alltaf? Við erum milli 11 og 12 alltaf. Já, þannig að akkurat þegar atvinnumennin er að fara að vakna? Já, maður svona næra á að fá sko. Já, nákvæmlega. Herðu, svo var, kannski vakti miklu athygli það ekki fréttum Gauja Þórða og Grindavík? Jú, það var búið náðust ekki að semja þetta, þannig að Grindvíkingar töldu samningin ekki vera svona en Guðjón stóð fast á sínu og dómur komst að því að það var bara hann hefði rétt fyrir sig og fekk einhverja rúmar 8 milljónir hann í vangoldin laun. Já. Þannig að það er leiðilegt þegar svona mál fara þessa leið þegar það er ekki hægt að semja þetta en þegar þetta er kannski bara eina leiðin þegar það komið svona hart í hart. Já. Voru til að gefa tómmu eftir. En þetta er svona eitthvað sem vekur ekkert voðalega athygli í mínum, maður vill frekar reyna það sem skemmtilegt er en þetta þarf að segja frá svona hlutum en dómsmál og eitthvað svona vesen út af launum þetta er ekki að skemmtilega þetta sko. Nei. En þið munu fylgja eftir það ekki flest allar deildir á Íslandi í sumar? Jú, það verður úrslitur á þetta leikin og við mönna á öllum leikim í Pepsi-deildunum og reynum að sinna neðri deildunum eins og kostur er, það er bara ótrúlegur áhugi á fyrstu og annar deild kalla líka og þetta er bara Íslendingar eru fótbolta sjúkir hann að það er að reyna að sinna þeim eins vel og hægt er. Já, þið hafið fundið fyrir því bara strax? Já, við erum tekja afmæli á sunnudaginn þannig að þetta er búið að stuttur en mjög góðu tíma og síðan alltaf að vaxa og dafna þannig að það er gaman að vera í fótboltanum manni líður aldrei eins og maður sé í vinnunni þetta er bara áhugamálið og þá er þetta voðalega gaman. Já. En hvaða lið hefur fundið svona líta best út núna í æfingaleikjum? Erfitt að segja því, svona bara fyrirfram þótt að Káa sé búið að missa bæði Bjarnar Guðjóns og Brynjar og held ég að þeir séu með sterkasta hópinn en þetta er erfitt að meta þetta svona, maður veit ekki, kannski tekur FH 2-3 útlendinga og þá er allt í öllum að fara að breytast þar og Breiðablik búið að fá Stefán Gíslason inn og Valur er svona kannski oft verið meiri breytingar á Hlíðarenda þannig að kannski kemur einhver stöðuleiki þar og svo er alltaf eitt óvænt lið sem dettur inn í þessa topparöldu þannig að ég held að það verið bara skemmtilegt sumar
vondi verður þetta bara jöfn baráttabæði og toppi á botni og maður vil hafa það þannig. Já, nákvæmlega. Hörður Snævar Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur svonlítingu tíma og já, bara anytime. Endilega kíkja á 433.is og sjá það heitasta. Nákvæmlega. Og það verður leikur eða ekki núna á miðvikudaginn hjá landsliðinu okkar, hvenna? Jó, móti Svíum. Það er bara að koma nokkuð óvart til því að núti Algar. Við erum búin að vera svona smá lægða á þessu en verðast vera að stíga aftur upp og það er bara jákvæð tíðinni. Já. Bestu þakkir, Hörður. Já, takkilega. Já, Hörður Snævar Jónsson hjá 433.is og já, eins og hann kom inn á, það eru meistardeildarleikir núna annarkvöld á miðvikudaginn og það er ekki litli leikir þó að úrslitin séu nokkuð í ráðinni, þá er þetta náttúrulega stórlega að mætast þarna. En við ætlum að halda fram í sportinu eftir smá stund, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.